Daníel, segðu okkur nú frá þessari útrás sem þú ert alltaf að tala um. Já, það útrás Austur-Íslendinga til Mansjúríu í Kína og Japanir náttúrulega sóttu til Mansjúríu og þá var það herveldi Japanir sóttu Mansjúríu en við Austur-Íslendingar höfum áhuga á öðru, það að nýta okkur önnur auðæfi sem er fólgið þeirri staðreynd að í munni hvers kynvera eru það bil 32 rúmsentimetrar af tönnum sinnum 1,2 milljarður kynvera gerir lauslega reiknað 7 milljarður tera rúmmetra af tönnum og margir myndi halda að við höfum áhuga á því að fara að sækja hérna í viðgerða tennur og hirða úr þeim amalgam og silfur og gull, en það er bara ekki rétt. Við höfum áhuga á matarleifunum, við höfum áhuga á því að í þessum tönnum það eru svona gúrkur, alsjór og það eru tannstönglar, brottið tannstönglar, þetta er mikið af timbri sem að hæglega má brúka til viðgerðar á gömlum kútterum og þilskipum til þess að hefja aftur til vegs og virðingar útgerð Íslendinga og það má nýta þessu auðæfi og þetta er í kjörið vegna þess að þetta er til gagns fyrir kínversku þjóðina og mun auka hagsæld hennar og hamingju að einhver sjá að þrífa þessar tennur og nýta þessi auðæfi. Ég varst ekki að tala um að rífa úr þeim tennurnar? Nei, sko, það var upphaflega gamla hugmynd Japana. Þeir voru í Mansjúríu. En við ætlum ekki að vera svo grófir, einungis að heyrða matarleifarnar eins og ég taldi upp áðan, gúrskuttar, ansjósunar, tannstönglarna, kjúklinginn, núðlurnar, ekki gleyma þeim. Og maturinn verður notaði bara á þann besta veg sem hægt að nota hann í súpueldursum á Íslandi, en timbri verður notað í skipaútgerð, eða í skipaviðgerðir. Og eins og við vitum á Hafnarmálastjórn óskættar að fá eitthvað af þessum timbri, þessi viðgerðar á hafnarmannvirkjum allt kringum landið.